Hér eru nokkrir hlutir sem að koma mér á óvart við að flytja í nýtt land. Númer 1. Hvað allt tekur sjúklega langan tíma. Nú bý ég í Svíþjóð og búin að búa hérna í 3 mánuði og ég er fyrst á morgun að fá bank-ID eftir að hringi bankan svona 4 sinnum og ég get ekki gert neitt án þess að vera með bank-ID. Númer 2. Hvað það tekur sjúklega mikla orku að hlusta á fólk tala sænsku og reyna að skilja það. Nú er ég ekki með mikla reynslu og ég er ekki umkringt fólki allan daginn. En eins og núna var ég á fundi og hann var að tala um í sænsku allan tíman í 2,5 tíma. Og ég er bara svo þreytt. Og sama með ég fyrir göngutúr í 2 tíma í fyrradag með sænskri niðri vinkonum minni. Og ég bara var svo þreytt. Hvernig er fólk að gera þetta? Í námi og líka að fara til einhvers land sem er ekki bara eitthvað Svíþjóð. Heldur bara eitthvað allt annað land sem er mjög ólíkt þínu tungumáli. Númer 3. Hvað menningin er ólík, hvað var það þegar maður vaknar og fer að sofa og borða kvöldmat og svona. Hérna í Svíþjóð er einhvern veginn allir vaknaði bara klukkan 6-7. Þú veist, ég vaknaði klukkan 8:20 í morgun og ég var bara með samviskubit og ég vaknaði svo seint. Borðaði kvöldmat svona 5-6, fer að sofa kannski 9-10 og vaknaði 6-7 max. Til dæmis það voru Íslendingar hjá okkur daginn þegar handboltaleikurinn var, handboltaleikindin. Og ég kom eitthvað yfir til þeirra klukkan 9 og þá voru þau að borða kvöldmat. Og ég er bara búin að búa í 3 mánuði sko, en ég var samt bara, what, klukkan 9? En á Íslandi, vaknar maður kannski 8-9, það kom mér á óvart. Fleira var það ekki bilið, látið mig vita ef þið viljið heyra meir. Og takk kærlega fyrir stuðningin að vera að fylgja mér og læka og kommenta og allt, bara þið eru svo frábær og ég er svo þakklátt.